Halló. Góða kvöldið, góði gestir og hjartalega velkomin hér á þennan þriðja leik bikarúrslitana. Hér eru við enn og aftur að lenda í því að keppnisliðin eru frá sama félaginu, Stjörnunni, og við bjóðum þú þetta hjartalega velkomin hér til leiks. Hér er eins og að sitthvor árgangurinn, þannig að við göngum vonandi að því að hér verði tekist á og við njótum leiksins. Við ætlum að byrja á því að kynna dómaraleiksins í kvöld. Dómararnir í kvöld eru þeir Jóhann Guðmundsson, Ingibjörn Jónsson og Einar Valur Gunnarsson. Gefum þeim gott. Við erum auðvitað hér í Vígsbikarnum og við ætlum að byrja á því að kynna Stjörnuna A bara. Byrjum þar, 11 flokkur drengja og þar skyldi fyrst að telja leikmann nr. 0, Jóhann Birkir Eyjólfsson. Og leikmann nr. 0, Benedikt Guðmundsson, nr. 2, Jón Hjaltalín Ármannsson. Númer 4, það er fyrirliðinn Ásmundur Múli Ármannsson. Númer 6, Magnús Múli Magnússon. Númer 10, Pétur Boðir Eymannsson. Númer 16, Magnús Ármann. Númer 32, Guðmundur Kolka Haraldsson. Númer 33, Viktor Jónas Lúðvíksson. Númer 38, Óskar Már Jóhannsson. Númer 40, Bjarki Fannar Benediktsson. Og lokum leikmaður 80, Jón Valur Magnússon. Þjálfari A-mannanna er Ingi Þór Steinþórsson og Vignir Freyr Magnússon. Og það var það stjarnan B. Þar skyldi fyrst að telja leikmann nr. 3, Guðlaugur Heiðar Davíðsson. Nr. 5, Benedikt Björgvinsson. Nr. 11, Atli Hrafn Hjartarson. Nr. 13, Þórir Einarsson. Nr. 19, Bjarki Steinar Guðlaugsson. Nr. 21, fyrirliðinn Björn Skúli Birgisson. Nr. 25, Steingrímur Már Einarsson. Númer 77, Haukur Steinn Pétursson. Númer 88, Ragnar Páll Pálsson og lokum leikmaður 99, Sölvi Pattar Birgisson. Þjálfarinn þeirra eru Snorri Arnarsson og Ötti. En við okkur er ekkert að vanbúnaði, góðu gestir. Við ætlum að hlýða á Þjóðsöng Íslands. Stöndum upp og syngjum með. Takk fyrir.
Já, góða kvöldi kæru áhorfendur. Velkomin í útsendingu á leik Stjörnuna og Stjörnuna B í bikarúrslitakeppni karla. Ísak Víum heiti ég og verður hér með ykkur í kvöld ásamt kollega mínum Daða Stein. Daði, hvernig líst þér á þetta? Þetta verður vonandi bara einn besta skemmtun sem ég svo mikið vaf bæði liðin leika frekar hraða bolta, skemmtilegan. Ég vona að Stjarnan B nái að halda svolítið tempóin upp í leiknum og ég held að það sé þeirra möguleiki í leiknum. Ég hef spilað móti báðum þessum liðum og ef að Stjarnan B nær að halda góðan hraða þá geta þið vissulega stríddi. Já, kannski vert að taka fram að þetta er kannski ekki beint hefðbundið B-lið sem þeir hafa bjóð upp á. Þetta er náttúrulega alið þeirra í árgangnum fyrir neðan, fættið 2007, þar sem þeir eru langsterkasta liðið og verður fróðlegt að sjá hvernig þeir matcha upp móti toppliði í árgangnum fyrir ofan. Verðum ekki að fara yfir það, þó kannski erfitt sé að Stjarnan B vann Þór Akureyri í undanúrslitum og Stjarnan A tók í hörkuleik. Stjarnan A náttúrulega fór hvað ég að segja, erfiðu leiðina. Þeir byrjuðu á því í 8. úrslitum mæta Selfoss. Já, það eru þrjú lið sem eru þarna sem beygðu svona höfuð og herðar í þessum endurtóknum. Já, sem hafa svona verið í efri hlutanum og mættu Selfsingum á Selfoss og vinna með 5. Mæta svo ÍR í Seljaskóla og vinna með 3. Þetta er farið í gang hérna. Stjarnan A, 11. flokkun hjá þeim, byrja með boltan. Það er kannski helst að nefna númer 4, Ásmund Múla og númer 33, Viktor Jónas, sem eru báðir í kringum meistaraflokkin. Virkilega vel gert hjá Viktor, ég tek gott frákast og setur núna í. Þetta er kannski sem Stjarnan B verði í helstu vandræðum með, líkamlegu styrkur Viktors í þessum leik. Já, ég myndi segja að það sem að Stjarnan A hefur númer 1 og 3 er hæðin og Viktor þarna undir náttúrulega er sennilega einn besti stóri maðurinn í þessum aldurshópi á landinu. Já. Ef við með byrjunliði hjá Stjörnunni B, það erum við með Guðlaug, Atla, Benedikt sem var valinn besti leikmaður úrslitaleiksins hjá þeim í gær. Svo erum við með Björn Skúla og hann Bjarka Steinar. Já, hjá Stjörnunni A, eða Stjörnunni í rauninni bara, þar er það Benedikt Guðmundsson, númer 0. Svo er það Ásmundur Múli, númer 4. Og númer 5. Nei, ég er örugglega þarna, fyrirgeðu, það leiti nú vitlaust á. Númer 10, það er Pétur Góði og Viktor númer 33. Og Óskar númer 38. Óskar númer 38. Ég er sérstaklega spenntur að sjá Björn Skúla og Guðlaug Heiðar hjá 2007 strákunum. Það eru virkilega spennandi leikmenn. Spennandi leikmenn og líka bara verður gaman að sjá þá taka alvöru glímu við þá. Já, Guðlaug að laugi eins og hann er kallað. Þarna setur fyrstu stig Stjörnunnar B á töfluna og jafnt í þessu. Já, og ræðist ekkert á Garðar sem lagstur hann, setur hann beint yfir Viktor, hæsta manninn og eins og sagði hann, einn besta stóra mann í þessum deild. Já. Sjáum að bæði lið leggja mikið upp úr boltapressinu. Pétur Góði, hann hefur gert þetta oftar en einu sinni. Já, hann er frábær skytta, Þristur, ef hann fær þriggjastagsskotið opið þá setur hann það. Ég veit að það hefur early days en leikmaður Laugi, hann spila rosalega mikið eins og Haukur Helgi Pálsson upp á sitt besta. Hann höndlar boltan, hann er stór, hann er sterkur og virkilega spennandi leikmaður. Atli með layupi klikkar. Laugi hefur allan pakka. Já. Svo sem það er ekkert margir svona leikmenn sem við eigum. Vel gert. Ásmundur Múli bjóð þetta bara til þetta gjörsamlega. En sjáu þið Stjörnunnar B. Þetta er það sem við viljum gefa. Já. Skorukarfa og þeir eru komin bara hálfri sekúndu setna yfir miðju. Já. Við köllum þetta á fagmálinu clapback ef að menn á að skora úr hraðahlaupi eftir skora á körfu. Nákvæmlega. Það er gaman fyrir þjálfara að ná því. Það er alltaf gaman en sama skapið, það sýnir líka hvað hitlið andstæðingur þarf að vera á tánum. Já. Sjáu þeir pressað á allan völlinn, allstaðar.
þarna Poppa, Pétur, ja, Úlaf. Það samt óalgengt að sjá Ásmund Gúla klikka á þessu færi eins og hann var að klikka þarna. Með þess færi frá hringnum sko. Já. Hann er góður að klára þarna, sérstaklega með hægri. Aftur fyrir Laugi stoppa átt í tegnum, ég hefði viljað sjá hann skjóta bara aftur við hann. Æ, setur hann. Spjaldið onni. Haha, ég hægt að býða það betra. Spjaldið er vinnuðinn, það segja menn alltaf. Það er, ef þú kantar á þetta spjaldið, þá er erfitt að eiga við þig. Já. Sjáðu, er lokað þvílitt á þetta körfinu. Þetta var Viktor Alend undir körfinu, sjá hann, en leiðir mættur að stela sendingunum. Þetta er náttúrulega eins og segið, já, þetta er möguleiki. Fá bara hreyfingar þarna. Ég hef aðeins séð þetta Stjarnan B-lið spila og sá aðeins hjá þeim í landsliðinu í fyrra, margir þessum gauðum þar. Og það sem er gaman að sjá að þeir eru rosalega fjölhæfir og þeir eru rosalega stöðulausir. Sem er gott. Sem er frábært. Já. Björn Skúli með 3 stiga. Virkilega spennandi leikmaður. Stjarnan B komið yfir 8-7. Sjáðu, þeir djöfla síðan allan völlin. Það er ekkert gefins. En Ásmundur Múli klárar þetta vel. Ásmundur Múli er með svona eiginleika, hann er ekki sá hraðasti og hann er ekki endilega mest íþróttamaðurinn, en hann er ótrúlega góður. Hann nær einhvern veginn að klára þetta á öðru tempói. Já, það er svona Luka Doncic væpið. Já, og það er svo erfitt að eiga við það. Það er svo erfitt að halda varnarleiknum áfram. Já. En eitt þvingaður bolti hjá Stjörnunni B. Kemur Jóhann Birkir inn á fyrir Óskar. Já. Stjarnan A heldur óbreyttu liði. Stjarnan B heldur óbreyttu liði. Já, fyrirgefðu. Það er rétt, Jóhann B. Frábær sending hérna með vinstri í horni. Það er þvílík barátta í Stjörnunni B. Þvílík barátta. Og uppsker. Þjálfari er hann, Snorri, hann ætti að vera ánægður með þetta. Hann elskar svona pressur, svona stolna bolta. Algjörlega. Virkilega vel gert. Reyndu kannski að minnast á að Snorri Örn var sjálfsögð með B-liðið og Ingi Þór með A-liðið. Snorri með diggan aðstofmann í Ögmundi sem er líklega einn efnilegasti þjálfari landsins. Það er búið gaman að fylgjast með honum á þeim mótum sem ég hef séð hann á. Já. Það er skemmtilegu karakter. Ég þekki svo sem aðstofþjálfarana minna, en ég þekki hina tvo aðalþjálfarana, ansi vel. Spilaðu oft á móti þeim. Þetta eru reynsluboltar. Þetta eru reynsluboltar, við þessi gömlu, Það var mismöndi hvað okkur tekst að miðla þessu vel áfram. Það setja skotið sín. Setja skotið sín. Það er alltaf að halda þessu áfram í dag. Þá gæti þetta orðið langur dagur. Það er líka bara svo gríðarlega mikilvægt. Laugi er að komast, hann er ekki að komast á hringina, hann er að komast niður fyrir vítalínuna og það opnar svo rosalega mikið. Já. Á meðan þeir eru líka að setja skotið fyrir utan. Þá er þetta náttúrulega gull sem gildir. Kemur Laugi út af og Haukur kemur inn á nummer 77. Kannski svona svo sem mattsar kannski Viktor best í styrkleika. Þannig að það er áhugavert að sjá þeirra baráttu. Já, en hvernig er hann með hraðan? Það er ekki alveg svo sami, en það er sprengi í honum. Hann var hann var tróðandi í uppbytun. Já. Ég skil að hann hafi ósáttur þarna. Þarna eigum nú að leyfa leiknum aðeins að fljóta. Já, mér fannst hann ekki kannski verið komið með hendunar á boltan. Þetta var meira krafts heldur en uppkast. Hann hefði hæglega átt að láta einn leikið fljóta hann að Jóhann, dómari. Þetta er hins vegar allt auðvelt. Þetta er allt auðvelt. Þarna sofnuðu bara Stjarnan B. Gefa manni layup bara eftir yngasta endalínu er náttúrulega út í hött á þessu lefinu. En við skulum vona að það vel gert. Sækir þetta harðfylgningu. Þetta er svona NBA action, þar sem þeir dribbla í handoff á toppnum
og það bara lesið að þá ætla menn að ráðast á körfuna með gott spacing, þannig ég er virkilega gaman að þessum bolta, sérstaklega sem að Stjarnan B að spila. Já, líka sko með að þeir eru að hitta svona vel, að þá náttúrulega verða þeir að vera út í þeim og þá opnar það upp á þetta að geta draga á körfuna sko. Setuvítinn, Stjarnan B leiðir ennþá 14-13. Áhugavert að Ingi Þór virðist bregðast við pressunum með því að láta Viktor Jónas höndla boltan upp, sem ég hef gaman af, en á sama tíma setur þá Stjarnan B Benedikt á hann og pressar. Yfirleitt leysa liðum mikið færin að leysa pressun út í dags með því að láta stofumanninn dribblu og láta þá hinn stofumanninn þurfa að dekka hann, en þarna gerir Stjarnan B öðruvísi og við vinnum bara skiptið. En ég segi líka sko, yngri flokkarþjálfarinn hefur breyst svo rosalega hratt undanfarin ár. Í dag, þessi stóru strákar sem eru á þessi gæðabrið sem að Viktor þeir geta orðið allir höndla bolta. Og sjá breytingum líka sem á þessi staði á Viktor í vetur, sem dæmi, nú er hann að æfa meistaraflokk mun meira. Mér finnst að hann bætt sig gríðarlega sem leikmaður fyrir utan þingstæðlínuna sammála því. Og setja boltan í gólfið sko. Hann er alltaf virkilega gott að því að fara inn í meistaraflokkinn sko. Staðan 14-13 fyrir Stjarnan B, þeir leiða ennþá. Og geta bætt við. Já. Leikmaður 99, Sölvi Kaldal kominn hann inn á, sem og leikmaður 2 hjá Stjörnunni A, Jón Hjaltalín. Ásmundur Múli lesi þetta virkilega vel. Hann er með rosalega hendur hann allir, hann næstu að stelunum, vill að dæmt. Ég vil meina það til dæmis að Ásmundur Múli, hann er algjör lykill fyrir Stjörnuna í þessu leik. Hann býr til svo ofsalega mikið fyrir aðra leikmenn. Já. Og hann er svo klár að lesa leikin eins og það til dæmis, hann er mættur að stela boltanum. Ef hann nær svo strik, þá verður þetta erfiður leikur. En að sama skapi, ef þeir ná að setja hann svolítið loka á hann, þá getur þetta verið skemmtilegt. Sem við að vissulega vonum með það ekki. Já, sjálfsögðu. Það stóð góða leik. Ég býst við þetta verði stál í stál og það er gaman að sjá líka að Stjarnan B hefur mörgum mönnum að velja ef við til að dekka. Já, og eru að rúlla líka vel. Ég er ánægður með þeirra að setja mikið inn á. Bæði lið svo sem búin að rúlla svolítið en mér finnst þó Stjarnan B að rúlla meira. Já, þarna setur Jóhann Þvist, hann er frábær skytta líka. Já, ef hann rekur í gang þá er erfitt við þá, en oftast er erfitt þannig að það þarf að búa svo þetta er frábærlega gert, það er ekki að klára. Þarna er komið góð samvinna milli Viktors Jónas og Múla sem er þessi 2 lykilpóstar í Stjörnunni A. Ásmundur Múli náttúrulega sko, hefur búin að vera lengi sem pointguard þarna og þekkir Viktor út í gegn. Þeir eru örugglega á sem við lokuðu augum hvar hann stendur á vellinum. Já. Klikkað báðum, þetta hefur kannski verið helst í veikleikinn hans. En á sama tíma, þó, ég ætla að fara að segja þetta ekki stókum ráðkosti, en þeir hlutur því frá sér og brjóta síðan af sér Stjarnan A, þannig að Stjarnan B boltan. Eiga möguleika að minnka munin í 2 stig, nei, það er 2 stiga mun, þeir eiga möguleika að jafna eða komast yfir. Engast, já, bæði komin í bónus næst, þannig að alla villu fara í 2 vítaskot. Ennið hlusturinn. Það var að fara í snögg þriggjastaskot. Ég væri til að sjá meira honum Lauga, númer 3. Já, ég er sammála þessu. Þarna setur hann bara, hann keyrir á mannin, hann er vissulega að koma fram með hann, hann skellir olnboganum upp. Þó hann sé að reyna að koma boltanum yfir, þá er hann á leiðinni áfram þannig að hann fer út fyrir sín sívalning og býtir snertingu. Ég sammála þessu. En mér finnst þetta allt svo oft svo sem hann sleppur með þetta að hann er að dræfa og þú skellir hann olnboganum upp og setja boltan yfir.
Þetta er Frábær frábær sending. En þarna aftur, ef við komast niður fyrir vítalínu, þá gal opnast allt. Þannig að ég var sérstaklega hrifinn af þessu skoti hjá þeim áðan. Sérðu, ástuðu Viktor það. Ég hefði ekki séð þetta fyrir sko 1,5 ári síðan. Nei. Mynda með crossover fram og tilbaka og verið að shake og bake hérna fyrir þetta fylgistælínu. Þarna verður hún að setja vítin sín. Það var víst. Svo kemur það. Þetta er svo gagna lítið ef hann setur út Jóni. Já. Þarna er það komið. Hér verðum við aftur yfir. 17-16. Setur bæði. Já, þarna mætti hann smá ofjassi sínum þarna undir. Já, það var svolítið híkandi bara, hvað hann ætlaði að gera. Laugi á móti Ásmundur Múla, hvað gerir Ásmundur? Jú. Frábær sending. Finnur fría mann í horninu. Sérðu sko, ef þeir taka ekki fyrsta frákastið. Skemmtileg hugmynd. Ef Stjarnan A tekur ekki fyrsta frákastið, þá er Stjarnan B mættur til þess að heila bolta. Klikkar tróstunni en hann sækir þetta aftur. Já, nú er... Og segja hann hafi stoppað með skrekki. Já. Þarna gerir Laugi vel. Frábærleggjar. Það er Viktor upp í loftið. Já. Það er bara eitt spinn og leggur á móni. Gott hreyfing. Þarna að leysa pressuna allt og auðveldlega. Þeir ná að búa til 2-1 situation bara með því að fara fram með fyrsta. Já. Liggur við að maður myndi segja svona Breiðablik stíll á þessu Stjörnu B-liði. Þeir dribbla með þryggastefa, það er tekið skotin leið. Já. En á sama tíma hefur einmitt verið að virka að mínu mati einmitt þetta í rauninni. Þegar þeir ná að taka rétta ákvörðun og komast niður fyrir vítalínu, þá kemur alltaf eitthvað gott út úr því. Það er vissulega. Þeir elskar þetta tempo og þetta hentar þeim vel. Já. Ég til dæmis ekki vissum að Viktori hendi þetta tempo vel út leikinn, sko. Nei. Bæði liðið að rúlla mikið á sínum liðum. Leikmaður númer 13, Þórir Einarsson, kom inn á í fyrst skipti hjá Stjörnunni B. Þetta klikkar við fyrir það. Líka mjög gaman að sjá að stigaskoði hjá báðum liðum eða dreifast mikið. Það er allt og margir úrslitaleiki sem við hótt á það sem að sami leikmaður kannski er að taka hátt í 20 þryggjastaðskot, þannig að þetta er gaman að sjá. Ég er sammála því. Ég átti svolítið vonaði fyrir leik að Ásmundur Múli og Viktor vilja svolítið bera þetta uppi. En vissulega hins vegar yfirleitt getur góðið hefur byrjað leikina mjög vel. Setur oftar en ekki frysta í fyrsta og öðrum leikina og hættir svolítið að hverfa það líður leikinn. Já, leikmann nummer 80, Jón Baldvin, hann klikkar á þristinum en Stjarnan með sóknarfrákastið, hann fær annan og setur hann. Sóknarfrákast, gull sem gildi. Hann þarf að klára klukkuna, það er sniðugur strákur. Þannig er 8 sekúndan þá fyrir að leggja stað. Já, þetta var erfitt. Já, lenti í vesenni, en á skotinu. Já. Það er ekki klikkar. Stjarnan A fyrir þryggjastaðarskot inn í leikvöldaskipting. Stjarnan B virkar gríðarlega vel undirbúni og það sést til dæmis í því að þeir voru augljóslega með fyrirfram ákveðið hvað er þetta að laupa í lokasókn leiksluta. Gekk reyndar ekki upp núna, menn aðeins virtust við aðeins óvissir hvert er þetta að fara, sem er alveg eðlilegt. Það er svolítið Snorri Örn í mótskvöld. Hann og Exxon-skjælið hans, hann er svolítið þar, hann er gríðarlega skipulega þjálfari. Já.
Förum aðeins yfir tölfræðina og sjáum við að Atli Hrafn er stigahæstur hjá Stjörnu B með 7 stig, en þetta er að dreifast og Björn Skúli með 5 og Guðlaugur með 4, Viktor Jónas með 6, Ásmund Múli með 6, svona eins og við bjöggumst við að þeir eru þarna efstir í stigaskólinu, en Pétur Góði með 5 stig sem er sterkt. Aron 1 þristur og 1 þristur. Já, 1 þristur, já. Og Viktor Jónas með 7 fráköst og það kemur ekki á óvart ef hann endi í kringum 20 frákostinn hér í kvöld. Ég held að það verði svolítið svona, hvað ég að segja, lykilatriði í leiknum fyrir Stjörnuna til þess að láta þessu fara Viktor taki þessu frákost sem hann er vanur að skila, vera að spila 15-20 frákost. Hann er rosalega góður á stærðstöðum. Algjörlega. Og einmitt 3 af þessum 7 frákostum eru sóknarfrákost. Já. Sjáðu Stjörnuna. Áhugavert að þó að leikurinn sé búinn að vera svona hraður, þá er einungis 1 stig skráð úr hraðaflöpi. Já. Það er líka góð, það sem kannski má segja að þetta leikurinn er hraður, þeir eru að skjóta mikið fyrir utan, en það er bara komin 4 vítaspor á hvort lið. Já. Sem er ekki rosalega mikið miðað við hvað þetta er hraður leikur og mikið ráðist á körfuna, sko, og mikið kontakt. Leikmaður nummer 16 í Stjörnuna, Magnús Ármann kom inn á í fyrsta skipti. Já. Bæði lið, eru bara að nýta hópana sína ansi vel. Já, þeir eru að rúlla þessu vel og svo sem gera sig grein fyrir því að þetta er 3 dómara kerfi og spennustíði hátt en að menn gera mistök, það er viðbúið að verði dæmt mikið af villum. Já. Það er kannski eitt stærsta challenge við svona leik, ef hann er ekki jafn harður og þessi hefðbundni deildarleikur. Já, og líka challenge kannski að stilla spennustíði hjá þessum strákum. Það náttúrulega hefur Stjarnan forskot á fastnætti, þeir eru ansi vanir að mæta í þess að öllu að spila. Já, svo sem Stjarnan B líka, auðvunni. Já, vissulega. Kannski ekki bara í þessum flokki. Já, kannski ekki þess að höfn, það sem er bara loku undanfarið. Já. Aftur takaði snögt þriggjastaskot, Bendit klikkar. Og sækja sóknarfrákastið. Já. Þetta er náttúrulega aðdánuvert, hvað eru duglegir að fara í sóknarfrákastið. Og Laugin klikkar. Það fer allt í gegnum Lauga. Sama gamla saga, sóknarfrákastið guldsíkildi. Gaman að sjá hvernig þeim gengur að handla þetta með Stjörnuna með bæði Ásmund Múla og Viktor utanvallar. Keflavík voru nú gagnrýndir fyrir sína línu í undanúrslitum bikarsins í meistaraflokki. Þetta er svona kannski ekki alveg jafn sami fókus og sigur í yngri flokkunum, en þetta er samt áhugavert. Já, en við skulum alveg hreinskilja það. Ég er nú ráð fyrir bikarúrslitaleikur, það er allir með fókusin á sigur. Já. Það er enginn að fara að gefa neitt hérna. Nei, enda er þetta ekki nema 1,5 mínúta, sýnist mér. Ég sýnist þeir báðir einmitt verið að koma inn á. Og Óskar líka. Allir því sem voru í byrjunliðinu. Já, dæmt skref þarna á Jóhann. En á sama skapi, þeir ná þarna einhver mínútu með þessa bæði Ásmund Múla og Viktor utanvallar. Í góðri hvíld. Og ná samt að halda forskotinu sem hann var eftir að nýtast þeim til líður leikinn. Þetta er virkilega skemmtilegur sóknarleikur hjá Stjörnunni B. Hlaupa hérna, þeir eru í svolítum NBA sóknarleik og ég er virkilega gaman að hlaupa hérna svona zoom action. Þeir eru rosalega hreyfanlegir. Snorri greinilega að gefa ansi flotta hluti með þá. Já. Ég get vottað það, það er 4 erfitt að eiga við það. Þeir tók okkur hérna í vetur. Já. Kannski eina vandamáli höfum núna, þeir eru ekki að fá alveg jafn auðvelt skot og þeir voru að fá í byrjun. Nei. Sem er svo sem algengt þegar líður á leikinn, liðin aðeins komið meira í taktin.
Frábærlega gert þarna hjá Magnús Skúla. Já, þetta var... Mikil sprengja í honum. Þetta var... Það tók svo, hann átti nú eina þannig stólinn og fann að bolta. Já, ég set spurningum ekki við þetta. Mér fannst villa í þessum stólna bolta og ég sá ekki hver fekk þessa villu, en ég hefði viljað sjá að vinna fiska við unningin allavega. Láta sér þetta. Já. Það kemur nú með leikmann nr. 25 hjá Stjörnunni inn og í fyrst skipti í leiknum. Þá Snorri nánast búinn að nota allt liðið sitt, sem aðdáunarvert. Það einungis búinn að 12. Stjarnan að gefa sér líklega til að slíta sig aðeins í sundur. Það sem hættur kannski við þetta, hann getur gerst með því að vera að rúla liðið fram hratt, þess að leikmenn komist ekki alveg í takt við leikinn. Já. Ásmundur múlega að fá sína aðra villu. Það hefur raun að lofa við hjá honum líka. Hann svolítið villugjarn. Já. Hann hættir til að fá ódýrar villur. Það að káa svolítið með höndunum. Það hættulegt fyrir Stjörnuna ef hann getur lendið villuvandræðin. Það var gríðarlega eftir skot af dribblinu, hoppandi frá körfunni, langan fyrst, ekki væntanlega þess að Snorri vill. Nei, ég hugsa að þetta sé ekki uppáhaldsskotið hans. Þarna hefði ég viljað sjá... Hann bakkar undan og hann missir jafnvægið og tekur auka skrifið. Þarna hefði ég viljað sjá Viktor kannski halda áfram að gera það sem voru með hrósum fyrir á hann að dræfa. Hann í rauninni ætlar að pósta manninu upp frá miðjunni og lendir í vandræðum á endanum. Því að boltafætin hans klárlega búinn að taka stórt stökk upp á við. Samanskapi klókur varnarleikur að finna þegar hann að sækja kontaktinn, stíga svo tilbaka þannig að hann missi jafnvægið. Það er að taka auka skrefið. Snorri tekur leikli hérna, hann þarf eitthvað að fara yfir sóknarleikinn hérna. Þeir eru bara búin að skora 2 stig núna og flest skotin við ansi erfitt. Það er mjög þvinguð þessu skoti á núna í þessum öðrum leiknum. Sammála því. Það var boltanum beint út úr leiklínu, Viktor í þristinn. Hann hefur samt farið mikið fram í þessu þykjastöðslu. Já, algjörlega, ég bara ánægður að sjá hann taka þau. Já, hann á að taka þetta, ef hann er opinn, láta hann að vaða. Já. Dæmdu uppkast, Stjarnan bíða á boltan. Stjarnan kemur hátt upp, pressar á aðeins, hátt á, þó þetta. Það nú mikið að vatna. Þannig að ég ánægði með Lauga. Þetta akkurat það sem hann þarf að gera þó vel gert. Vissulega hefði hann getað farið mögulega upp en... Ég ætlaði með þetta að fara tauti yfir því, hann hefði ekki farið upp en þá kemur það bara með þrist í andlitið. Það gefur þannig, þegar maður alltaf að skammast eitthvað, þá fær maður eitt ekki að segja andlitið. Þetta fer rosalega mikið í gegnum hann og ég held að Snorri hafi svolítið teiknað þetta upp að þeir setja hann að niðurskrin á annarri hliðinni. Og eðlilega vörnin fellur þegar að boltinn kemur frá náttkörfunni. Það sérðu enn og aftur, sóknarfrákast. Viktor eins og kongur ríkjum með það. Þetta er það sem þeir munu lenda í vandræðum með. Þeir verða að bóksa hann út. Það var svolítið vilt.
Nú er menn farnir yfir hlægt skot, menn hefur skipt á öllum skrínum hérna, menn hefur mátt lesa þetta eins betur. Þarna var stutt að setja fæturna betur undir sig í þessu skoti. Næstu sóknarfrákast, þannig að við verðum sterkur með hann og þeir fara það, nú er við 3-3 stöðu. Laugi vill róa þetta, ég vil bara sjá að keyra þetta upp en fá góð skot áfram. Vel gert. Veikar hann alltaf dræfinn niður og fer svo utanvert á hann og sækir villuna. Og fyrst og fremst náttúrulega bara því að spacingin var gott, það var erfitt að hjálpa og ég vil bara sjá svolítið Björns. Var þetta bara önnur villuna Óskar Múla? Nei, þetta var þriðja villuna Óskar. Já. Ég vil sjá Björn Skúla og Lauga halda áfram svolítið að sækja bara þessar opnanir. Já. Það er tímalust það sem þeir þurfa. Já. Tímalust sko. Og ef að Stjarnan B er að hitta, þá er Fjári erfitt að eiga við á þessu hraða sko. Já. Þannig að það er klukkan nú. Úldir vill á Lauga þennan að rýtsa hann aftan frá. Fyrir hendina á hann. Gríðarlega mikilvæga 5 mínútur núna fyrir Stjörnu B sérstaklega ná að halda þessu í kringum þennan mun. Já, mega ég ekki missa á mikið meira fram úr sér, þá verður þetta rosalega erfitt. En Viktor gerir vel að fara á körfuna, en það er ekki bara. Benedikt fær titilópin fyrst líka. Stjarnan B nær boltanum að tapa honum aftur. Jóa vissi þetta nákvæmlega hvernig hann var að fara beið eftir hann þegar þeir eru niður í línu. Hirðir hann boltan og fer á körfuna. Áhyggjuefni fyrir Stjörnu B, þetta er þriðja villan á Guðlaug. Já, það er vissulega áhyggjuefni. Það gæti orðið mjög þungt. Þeir eru ekki með marga menn Stjarnan B til þess að eiga við Viktor undir körfunni. Það er Óskar. Þannig að Stjarnan A hefur náttúrulega 3 alveg fína strákar sem hafa fína hæð. Já. Kemur við upp í 9 stigan Jóhann. Frábærlega gert hjá Lauga. Sækir aðra villuna Viktor, það gæti líka orðið, ef hann nær halda áfram að sækja villu á Viktor, þá samanskapið segi ég eins og fyrir Stjörnu B ef Laugi lendir í vandræðum, að ef Viktor lendir í villavandræðum, það er jafn mikið áhyggjuefni. Já, algjörlega. Hann er mjög dóminandi leikmaður í Stjörnunni A. Þá væri bæði Óskar og hann komið með 3 sko. Það væri áhyggjuefni fyrir Inga Þór í hálfleik. Ég myndi segja að Viktor fyrir að passa sig. Allir frábær varnarmaður, heldur góð í pressu, er skipta og nú er komið hann er eins og kóngur í ríkisum. Nú vil ég sjá menn leyfa leiknum að flæða aðeins með. Já, mér fannst þetta ódýrvill. Þetta var líka, það var alveg spurning hérna hinum meginn og við getum ekki verið að flauta alltaf þegar mennirnir fara undir körfunni. Þarna er hún fjekk hann að klára skotið sitt nokkuð. Leikur snerting er ekki það mikið að verðskulda þetta. Viktor að gefa vel að setja þessi víti. Já, hann byrjar nú á að klikka á fyrstu 2, en þú setur núna 3 í röð. 4 í röð. Vel gert. Já. Þetta er vel gert. Benedikti valinn maður leiksins í gær og þeir þurfa að klála á honum heitum til að eiga sens hérna. Vissulega. Þeir þurfa þessi 3 stefn. Það er gríðarlega mikilvægt. Núna finnst mér Jóhann dómari verið að dæma of mikið sko. Línuvörðin þarf að finna línuna. Já. En sko ég veit það ekki. Þetta er
Þetta er tricky. Þetta er vissilega erfiðast í dómgæslunni, það er að finna þessi línu og leiður. Já, sérstaklega bæði lið er búin að fá að handchecka nokkuð mikið. Já. Sem ég finnst ekki alveg hræðilegt á þessu stíi leiksins og þetta er ódýrt að fá þessu 2 víti svona. Já, mér fannst þessi vill ekki takt við leikinn. En áfangat. Skiljaði Björn Skúla galopinn og hann er frábær skipta. Setta niður 6 stig. Allt opið. Sko, ég ætla ekki að hljóma bitur þetta. Ég verð að setja spurningamerki við að við fáum ekki að leyfa leiknum aðeins að fljóta. Ég meina, auðvitað er við hérna upp í stúku en frá mér séð voru þetta bara hendur beint upp í loftið, sko. Viktor sallaði þessu niður. Já, hann 5. vítið hans í röð. Það má segja kannski fall að fara held hjá honum að klikka á fyrstu 2. 6 í röð. Skynsamur Ingi, tekur Viktor út af með drævillu. Já, mjög skynsamur. Og sem ekki hans fyrsta rótu. Getur þú gert einu snögg þessar áður. Já. Vel dansað. Þetta er bara, með hvernig menn er búin að setja línuna, þá er þetta bara villa líka. Já, þetta er vissulega í takt við það sem búið er þeimma, en já, það er eins og það er. Það víti liti ekki vel út. Það er rétt reið þó á hringinn. Segðu þetta. En Ásmundur búinn að bjarga á minn á beint í hendunar á Stjörnunni B. Já, Stjarnan B. Klikka eins og á þryggjastefnskotinu. Þetta er þriðja sóknarfólks á Stjörnunni B eftir vítaskot. Já. Þú reynir hins vegar á Stjörnuna, Viktor Björnunda. Við höfum að fá að vítalín í enn eitt skiptið. Enn eitt skiptið. En á sama tíma er sérstaklega Stjarnan B að spila mjög aggressíft. Jafnvel á köflum þegar menn kunna stað of-aggressíft, þannig að þeir eru svolítið að missa það. Þeir eru að spila háa pressu og þeir eru að djöflast í þeim allaveg, þannig að vissulega fá þeim mikið af villum. Það verður alveg að segja það líka. En ég, eins og segi, fyrir mitt leyti hefði viljað sjá leikinn fljóta aðeins meira. Þeir halda áfram að vera óaðfinnanlegu á vítalínunni hérna í öðrum leiknum. Þetta er allt þröngt hjá Stjörnunni. Það er að reyna að senda boltan bara eins og hálfmyndis færi inn í teig og fullt af varnarmönnum í kring. Það er lítið. Sjá það, en ég ætla þarna. Ok. Vel gert. Spurning hvort hann hefði náð þessu svokallega Gaðef-steppi en það var tæft allavega. Það var rosalega tæft. Ég veist að það hefði ekkert verið hægt að mótmæla mikið ef hann hefði verið kallað það. Frábær góð. Mjög góður. Aftur góður. En sóknarfrákast. Já. Pétur góður vel staðsettur hana. Hirti þetta upp og setti layupið honni. Biður skrínu á fyrir þristinn. Hann dvillaði fókastinu. Því að við höfum farið aftur á vítalínuna. Já. Þetta er að reyna svona banabiti hérna fyrir... Þetta er að reyna svona banabiti fyrir Stjörnuna B. Já, þeir eru að tapa mikið á þessum. Út af því að sko eiginlega mikið af þessum vítum, eða þessum villum sem er dæmdað er að skapa vítaskot. Já. Þó að villu fjöldin sé kannski ekki til að svo mismunandi, þá er þau að fara með okkar vinna. Settu
mínútu seinna. Setjum unni bjallu stig. Þarna var einhver misskilningur, hann hélt að myndi hlaupa endalínuna, Já, sem er rauninni það sem hann átt að gera. Hann átt að gera það. Hann átt að lesa skrinni. En hann hendi boltanum svolítið blind á hann. Þannig við 3-1. Vá. Það hefði samt verið svo flott. Það var virkilega flott hugsun. Maður sér alveg rosalegt potential í þessu liði. Já, það sem þeir vantar fyrst og fremst er hæð, sko. Já. Eru, á þessu leveli. Á þessu leveli, sko, ég meina, og það mun ekkert minnka eftir því sem þeir eldast núna héðan í frá, sko. Vel gert hjá Petri Góða, sækir sterkt og tekur bara skotið yfir, eins og segir, þarna vantar hæðina. Getur Góði nær að fara með boltan upp og þá eiga enga möguleika. Allir klikka úr skotinu. Þeir eru ekki að komast á hringinn. Þeir eru ekki að komast á hringinn og þingastæðarskotin hann ekki að detta núna undanfarið. Þá er þeir í vandræðum. Viktor kominn inn á aftur og það mun ekkert minnka árið á hringinn og Stjörnunni að þá. Þetta er frábær varnarleikur. Ég hefði nú ekkert skammað dómara fyrir að dæma þarna. Jæja, áfram. Aftur. Já, Stefán hann bara aftur. Nú vil ég hann sjá hann klára þetta bara. Nei. Þetta er dýrt. Nei, halda fór hann bara ekki venjulega upp. Halda boltanum. Já. Þarna var hann svolítið hræddur við viss af Viktor á leiðinni fyrir aftan. Hann bara að koma með einhverja reverse layup. Ekki leiklega, væntanlega Stjarnan B. Það er líklegt, já. Stjarnan A leiðir hérna með 13 stigum. Það er 72 sekundur eftir að fyrir áleik. Viktor Jónas, já, hann er komið með 16 fráköst. Já, það er eins og ég sagði, þeir ráða ekkert við hann á undir og ef hann heldur þessu áfram, þá er þetta bara, þá verður þetta fjárherri. Já. Og í leik, sko, sem er, hvað ég voru að segja, Stjarnan A með þetta geturlevel og þetta hæð, það er komið 13 stigum yfir, þetta verður erfitt fyrir og þeir þurfa eiginlega bara að hitta yfir og svín í seinni hálfleik til þess að ná þeim, sko. Algjörlega. En á móti kemur að segja að þessi síðustu fjóramínútur hefur Stjarnan ekki verið að hitta. Þeir eru búin að henda boltanum upp í þryggjastæðskotinu og það hefur lítið verið að fara hún í. Já, og það var náttúrulega að halda þeim inn í leikminn til að byrja með. Já. Ég væri kannski til að sjá Stjörnuna B líka aðlaga sig aðeins í vörninni. Þeir eru að spila frábæra pressuvörn upp völlinn og ég vil halda því áfram að þryggjastæðlínunni eða svona kannski við 2 metra búinn á þryggjastæðlínunni að gefa þeim þá skrefið. Þannig að þeir sé ekki alltaf að missa þá inn í miðuna. Nákvæmlega, sko. Láta á frekar skjóta yfir sig fyrir utan, sko. En að samantefni segir líka Stjarnan B má líka, sko, klára bara leigja því samfara á körfuna sterkt út af því að það er verið að dæma mjög mikið. Algjörlega. Þeir eru svolítið mikið að sko, henda boltanum einhvern veginn loftið í staðið fyrir að hræðslu vera blokkaðir. Bendit klikkar við þryggjastöða. Eins og þarna var í rauninni leið að körfunni. Já. Hann hefði alveg mátt skamlaust að hann mátt sækja á körfuna, sko. Já. Það vantar samskiptin. Ásmundur Múli. Það er smá misskilningur. Hann er varnarmaður fyrir undir, ætlar að fara undir skrínið og þá refsar hann strax með þryggjastæðskotinu. Bendit. Hann getur auðvitað sett hann, það er nokkuð ljós. Hann getur sett hann, hann og datt hann. Vonandi bara fyrirbúið fyrir það sem koma skal. Við viljum spennandi leik. Algjörlega. Sama hvort meginn það fer, þá vitum við að titillin fer í Garðabæinn. Já. Frábær vörn. Og ég þarf að vilja sjá hann fara í Breiðholtið. Það því er lítið að gráta það í dag. Nei. Heyrðu, 51-38 í hálfleik.
Stjörnunni A, 13 stiga munur. Það verður smá brekka fyrir Stjörnunni B. Já, ég held samt að Stjarnan B má ekkert líða allt og villa með hvernig þetta er búið að þróast. Nei, skotið þeirra hafa ekki verið að detta hérna í seinni hlutann í öðru leiknum. Já. Og það er ekkert margir af þessum þristum sem hefðu þetta til að þetta verði jafn leikur. Algjörlega, og kannski ekkert einhverja risastóra lagsfræðingar sem það var að gera. Þetta var vissulega að halda betur stjórn á honum Viktor Jónasi. Já, þeir eru fyrst og fremst í vandræðum. Þeir eru í vandræðum í kringum körfuna. Já. Heyrðu, það er hálfleikur, við gerum stutt hér. Ok, nei, ég skal halda upp á sviðið bara. Þetta sé í leiklæðinu, hvað ætlar að gera? Já, ég meina hvað ætlar að gera á minni? Já, ok. Bara meginn, bara eitthvað. Já, þú hinn meginn fyrir aftan.
Jæja, við erum velkomin aftur, seinni hálfleikur senn að hefjast, leik Stjörnuna og Stjörnuna B, þar sem Stjarnan A leiði með 13 stigum, 51-38. Og Daði, við vorum að ræða það hérna eftir að var flaut til hálfleiks að þetta maður hefur nú alveg svona smá trú að Stjarnan B geti alveg klifrað inn í leikinn. Já, og mér finnst einhvern veginn hitni þarna í seinni helmingina öðru leikur það var náttúrulega þetta allt ekkert með þeim, sem að segja. Þeir hefði ekki þurft að setja mörg af þessu skotustundur að velli onni til þess að leikurinn væri bara galopinn. Já. Þannig að ég hef alveg trú á því að þeir geti komið tilbaka, sko. Þeir þurfa bara, hvað ég að segja, láta bara komið slags standa og keyra á þá, sko. Já. Og lykilatriðið er kannski að Stjarnan A eru náttúrulega eðlilega á við eldi og eru með líkamlega yfirburði. Líkamlega yfirburði og eru bara, við skulum ekki gleyma því Stjarnan A er hörku gott lið. Algjörlega. Þetta eru Íslandsmeistarar til margra ára. Ég held að eina skipti það að tapa Íslandsmeistaratitil væri fyrravetur. Annars hafa þeir verið Íslandsmeistarar frá upphafi. Já. Það held ég fyrir mér rétt mál, sko. Þannig að þetta er ekki einhver aukvissar sem þeir eiga við, sko. Þarna var nú smá hefni með Nei, nú ætla ég bara að taka aftur. Þetta er ekki vill og þetta er alveg fáanlegu dómur. Já, ég nú að meina kannski meira með þarna að ná boltanum aftur. Já. Ég ætla ekki að ræða villundar. Þarna einfallega stendur varnarmaður Stjörnunar B þráðbeinn og hinn Viktor hoppað inn í hann. Það er sóknarmaðurinn sem býndi snertingun allan tíman, sko. Guðmundur sá á ný í körfuboltanum, hvort sem það heima eða erlendis. Hver er þessi býndi snertinguna? Já, gríðarlega aggressív vörn hjá Stjarnan A. Já. Sveinbjörn klikkar. Já. Þeir ná sóknarboltinu. Hann er ánægður með hann, að fara alla leið. Þetta er hann Bjarki, það ekki sem kláraði þetta. Fekkaðinn Björn Skúli. Ég þekki það ekki, maður sé 21 hérna. Já, Björn Skúli. Þetta var vel gert, hann fer á hringinn og... Já, en það var opinn maður að bakka út í horn sem hann hefði getað gefið á og þeir hefði gefið á í fyrrháleik. Ég vil sjá þeim eitt klára með þessu. Skúli með aðeins stutt skotar. Nei. Ég ætla bara að lækka aðeins í mig núna. Fjórða villan á Lauga. Snorri ekki sáttur. Þetta tekur smá... Þetta tekur svolítið tennurnar úr þeim. Já, og hann heldur honum inn á. Já, ég meina hann hefði svona ekkert annað í stöðinu fyrir hann, ég meina... Nei. Þú voru bara að treysta að hann getur passað sig. Þeir eru komnið þá. Frábær sending. Frábær sending aftur í hnakkan. Björn Skúli. Já. Þetta var vorandi stemmingsstristur. Já. Við þurfum að fá svolítið jafnari leik hérna og smá fjöri hérna leik. Já, jafnari, þeir eru samt komið 11 stiga munum. Frábær vörn. Já. Stólinn bolti hérna og þeir getur farið með undir 10 stíð. Getur búið galopið. Hann er vanur að setja þetta. Hann getur ekki, sækir frákastið. Já. Nýtir hann hvort sem styrkleika vel þarna. Nú á Laugi bara að sækja á hann. Tímanlaust. Benedikt klikka, hann er 3 af 7 í þriggjarstega, greinilega mikil skitta en búinn að klikka úr síðustu tveimur. Já, en hann verður að halda honum að skjóta samt. Algjörlega. Það er ekkert annað í stöðunni. Eins og ég segi við leikmenn sem ég þjálfa, ég meina ef að þjálfarinn treystir hann til að halda verið inn á, þá heldur hann að skjóta. Áhugavert að þeir eru augljóslega búin að gefa svona breytingar varnarlega. Þeir eru bara að senda Ásmund Múla til vinstri sem er ekki nýtt undir nálinni. Nei, en það var áhugavert í fyrirháleik hvað þeir voru í rauninni bara pressan. Já. Þeir voru ekki að stífa honum. Og
Það má kannski segja að þetta sé kannski ekki þess að hellir í Ásmundi Múla í hvað sem hann mætti laga. Algjörlega. En vel gert hjá Viktori. Hann er þarna að dræfa á körfuna og setja vinstrandarlega upp í honni. Laugi með þristinn. Gengur ekki. Það má deila hversu gott skot þetta er, en þetta er klárlega vond skot ef að... Ef það klikkar. Já, og ef að veikarliðin ætlar ekki að kvassa sóknarfókusinn. Þarna komur enginn í sóknarfókusinn. Nei. Óskar gerði þetta harfylgni. Vel staðsettur og hirti upp Já, við viljum fá 3 sekúndur. Við erum búin að vilja fá 3 sekúndur sístu 3 sóknir. Mögulega hefur hann eitthvað til síns máls. Já, en 3 sekúndur endur nýja snúi hvert skipt sem bótt þetta ringin. Já. Vel skotið þarna. Vonandi er hann að höfka í gang. 4 af 8 þryggjast, það er virkilega spennandi leikmaður. 4 af 8, 50%. Við verðum allir sátti við það. Já, bara algjörlega. Það var rótringin bara ekki góð. Allt of lengi að koma. Önnur hjálpin var allt of sein. Fyrsta hjálpin mætti og þá kom sendingin undir og önnur hjálpin var allt of sein. Það vanta herslumuninn hjá Stjörnunni B núna. Já. Frábærlega gert hjá Hauki þarna. Og Viktor með sér í þriðju vituna. Haukur, leikmann nummer 17, hann er virkilega hérna spennandi. Ég held hann sé búinn að vera, nei, nummer 77 fyrir ekki. Ég held hann sé búinn að vera meiddur svolítið. Já, hann er... Hann kemur inn í byrjunarliðið núna í seinni hálfleik og er búinn að standa sig vel. Já, búinn að standa sig vel og skilaði fínu verki í fyrri hálfleik, sko. Þegar að Laugi fór út á þetta með yfirtúarbræðum. Já, þriðja villan á Viktor þarna undir hinum megin, en Stjarnan byrjaði á að sækja á hringinn, en þeir hefur svolítið farnir út úr því aftur. Já. Mægi að halda því áfram, sko. En svo má kannski segja, þegar allir kannski Líf og samkvæmt sinni trú að Líf og deyja með skotunum sinni fyrir utan. Vel gert. Gott húk hjá Viktori. Viktor hefur vaxið rosalega í vetur. Hann lítur mjög vel út. Já, ég er ofsalega hrifinn af því hvað hann er að gera. Hann er með sjálfstraust og hann er óhræddur við að bara gera það sem hann dettur í hug og láta slag standa, sem er yfirleitt góð uppskrift. Já. Ég ætla að trúi því sem þjálfari að láta leikmennina hafa svolítið frjálsar hendur með að hafa trú á sjálfum sem gera það sem þeir vilja og framanna sem það er að reyna að skora, ekki bara ekki fimmleika. Þarna tapar Benedikt boltanum og hann lappar tilbaka. Þeir fá hérna 2 galopin skot, ná bara ekki að nýta sér það. Ná enga inn, nei. En hann er hins vegar fyrstur fram. Þetta er stundum skemmtilegt í þessu, menn... Ég myndi nú ekki vera ánægður sem þjálfari með leikmann sem nennir ekki löpa tilbaka og svo liggum við tapar boltan. Svo svarar hann okkur þetta með þist bara. Nei. Það leit ekki vel út. En við höfum ekki vonað að hann muni bara hrökk í gírinn. Algjörlega. Heilmikið hérna strák Gunni, ég meina þetta er byrjunismadur. Algjörlega. Spila frábæða vörð þarna. Já, heldur hún tekur hann kassan. Ásmundur Múli sterkur. Fer í layupið. Nú er þetta að fljóta svolítið frá Stjörnunni B. Já, nú er þetta komið upp í 18 stig og orðið ansi erfitt. Það komir í erfið skot og... Björn Skúli fær hné í læfi sínst með. Já. Það fer að verða svolítið erfitt, í miður. En ég veit ekki alveg hvað Ásmundur Múli ætlaði að gera þarna. Færlega gert. Kemur sér þarna undir körfuna og fer upp. Sama skapi og ég hef nú að vera að tauta yfir hérna útýrum villum hérna hinum megin að þá fannst mér þessum svo sem Jótur er í kappinu líka. Já, þannig við verðum átt okkur því að það er búið að setja línuna og ég er þá allavega ánægður með að menn haldinni báðum megin. Það er vissulega rétt. En ég er virkilega hrifinn af hérna leikmann nr. 5, hún Benedikt. Hann lítur ansi vel út. Hann lítur mjög vel út. Eins og sagði áðan með 4 og 8 í þriggjastiga í úrslita leik. Þú þarft að hafa stáltögur til að vera á þeim level. Algjörlega.
Og allt Stjörnubjörliðið svo sem að skjóta vel fyrir utan þó að hafi ekki skotið jafn vel og í fyrsta leikluta. Já, kom þarna smá kapli. En ég segi, þetta verður svo erfitt hjá þeim þegar þeir vantar svona hæð. Bæði svo sem hæð og líkamlega styrk sjáuði Viktor þarna. Hann fer með nefnum 2 á herðunum bara á körfuna. Já, hefur áður ekkert við hann og það ótrúlega gaman enn og aftur að sjá að hann búinn að bæta þessu í rauninni bolta meðhöndlun í vopnabúðið sitt. Hann bara að taka boltan hérna frá miðju og fara öðruð á körfuna. Þetta sá styrkleika munurinn, sko. Hann með á 2 á herðunum líka við. Já. Og heldur samt áfram. Þetta eins og ég sagði það á hann. Ofsalega efnilegur leikmaður. Það Viktor. Frábærlega gert. Þetta var frábærlega gert. Þetta var virkilega flott. Hann tók hann algjörlega upp skónum í öllum skilningi. Benedikt Björgvinsson eiga hérna bara alveg frábæran leik. Fylgja eftir frammistöðun sinni í gær og eiga frábæran leik. Benedikt var bara, þetta var toppdæmi. Kom með 16 stig og hann kom með 7 stig hérna í þriðja. Já. 8. Þetta virkilega vel. Hann lítur vel út. Jóhann Birkir kom náttúrulega inn á Stjörnuna. Átti fína rispu hérna í fyrri hálfleik. Hættulegur. Algjörlega. Getur þú langa í skotið, alveg klárlega. Já. Ánægði mig Inga þá líka að vera rúlla liðinu sér. Nú bæði hérna Viktor og þetta fannst mér frábærvöld. Og að Múli á bekknum. Og þeir halda bara áfram. Sækja körfuna. Hvort sem vörðin var góðið ekki, þá gerði það vel í að sækja körfuna. Hvort sem þetta var rétt dómur ekki, þá gerði það vel. Eins og þú sagði ráðan, dómarinn búin að setja línuna. Sautján stiga munur, 68-51. Hún skal klikka úr setna. Hver tekur frákastið og brunar upp alla völlin. Nei, ekki setja. Klikkar á leiðinu. Það blökkur Stjörnuna. Staðan fóði 2 stig í baki, þetta dýrt. Þetta mjög dýrt. Mjög dýrt. Ég ánægði með Benedikt þarna. Gerði allt rétt nema bara að leggja boltan og ný. 99 af 100 tilvikum hefði hann sett þetta leið upp og ný. Böppar hann þarna þegar hann að dræfa körfuna. Já, hafði þetta dómur. Já. Hingast. En nú myndi ég segja að Snorri væri komin í alvöru smólból. Já. Það engin stórmaður eftir inn á. Nema kannski þarna. Númer 13. Þórir. En Snorri er svo trú sinni samfæringu, hann í 5 out. Það tekur klálega langan tíma að implementa þennan sóknarleik sem hann með og ákvarðanataka og allt í kring og það mun bara slípast hjá þessum leikmönnum. Hann svo sem búinn að vera allt þessu, búinn að vera með þessi stráka í hvað, 2 eða 3 ár? Já. Ég verið alveg trúr þessum leikstíl sínum hjá Snorri. Algjörlega. Það verður svo líka virða það. Það tekur alltaf ákveðin tíma að koma venja leikmenn á það. Vel gert, sækir. Enn og aftur. Þarna bjóð hann það vel til fyrir hann, sko. Hann sækir inn, dregur varnarmann niður, gefur hann svo út í hornið þannig að hann fær frítt skot. Það var vel spilað.
Getur góð að koma sér á línuna. Já. Þetta kemur þegar þið fara að sterta korfuna, þá er þeir að fara á línuna. Það fór nú fram hjá mér áðan hérna, Viktor 1,4 vildur, ég mista því. Skýri kannski að hvernig komið svona snemma á bekkinn. Já. Það verður samt ekkert verið að há stjörnunni mikið. Nei. Þeir eru að halda þessu svona... Það er spurning hvort Snorri ætti að taka sénsinn og setja Lauja inn á og gamla þess á það. Já. Ég veit það ekki, það er auðvitað að sitja hér og segja það. Nákvæmlega gert á Bindiskúla. Já, flott spinn úr þetta. Jafnvel að... Ég kalli eftir því að hann var búinn að gera aðeins meira þessu, því hann er mjög góður að koma sér á hringinn. Já. Frábær varnarleikur. Þarna verða það stíg út einfalda. Þeir eru ekki stærri eða líkamlega sterkari og fara að hoppa herra í frákostum. Þeir verða að stíg út fyrst. Nú vil ég bara sjá Benedikt sækja boltan. Hann er búinn að eiga þennan leikluta. Algjörlega. Hvað er að koma með? 10, 12 stíg? Já, í þessum leikluta. Ég er að tala um það, í þessum leikluta. Alli í skotið, setur það! Já, flautu þristur. Þetta var gríðarlega mikilvægt til að halda smá lífi í þessu. Halda attitúdinu líka svolítið í gangi, 15 stig. Þeir voru 13 stigum yfir í hálfleik, þeir tapaði þessu leik 2 stigum. Svo sem ekki ákjóðsulegt en ekki hræðilegt heldur. Þetta er samt svo stutt á milli í þessu. Ef að Stjarnan B næði að byrja þetta sterkt og koma þessu niður fyrir 10 stigin, þá getur allt gerst. Alveg ekki spurning. Sérstaklega á þessum tempói sem þeir spila hraðan boltan, að ef þeir fara að senda skotið sína þá er allt galopið sko. Já, og kannski jafnvel bara ennþá mikilvægt að þeir nái stoppum. Það sem 76 stig á sig eftir þrjárleikluta er náttúrulega allt of mikið. Sko það sem ég vil sakna kannski hjá þeim er eins og þeir byrjuðu leikinn að þeir voru líka svolítið aggressífur í pressunni og leiddu Stjörnuna að gera svolítið mistök með bolta. Annars erum við á frákastavaktinni á Viktor Jónas, hann er ekki komið með nema 22. Ekki nema 22 og er búinn að setja stóran hita á þriðarleiknum. Já. Þetta er náttúrulega bara galið. Hann býður góða skemmtilegu línu 22 stig, 22 frákust. Já, einhver myndi kalla þetta tröllatvennu. Já. Ég myndi segja hann alveg getur lagt sáttur á kontan í kvöldskóð. Já. Hjá Stjörnunni B hefur Björn Skúli og Benedikt svolítið í sérflokki. Guðlaugur náttúrulega fékk sína 4. villu þarna. Ansi ódýr að vinna. Þarna finnst mér að það er rosalega huglægt mat. Þarna finnst mér að menn verða að lesa leikina aðeins betur. Við erum í úrslitum og Og þetta eru dómarar sem er að dæma allir í úrvalsdeildinni. Algjörlega. Þeir hefðu alveg mátt lesa þetta betur sko. Það hefði alltaf auðvelt að segja ef og hefði, en ég tel að það hefði breytt leikur svolítið. Sérðu samt munin sko, Stjarnan A er með 22% þryggjasteinnitíku á meðan Stjarnan B er með sko 38% þryggjasteinnitíku sem að flestir væru svo sem alveg sáttið að ná 40% þryggjasteinnitíku. En þeir eru samt undir sem segir okkur nákvæmlega bara hvað þeir eru að tapa illa frákastabaráttunni. Já. Þannig fer Viktor í vinnuna. Það heitur boltan fljóta aðeins. Góð varnarleikur. Magnús Áfmann bytur hérna á Bindiskúla. Leikmaður 88 og 99 konu inn hjá Stjörnunni B. Ragnar Páll og Sölvi Kaldal. Ekki búinn að vera í stóru hlutverk í leiknum. Nei. Það er alveg rétt. Það er vel gert. Það er skemmtilegu taktu í Bindiskúla. Já, það er virkilega vel gert. Mikill íþróttamaður. Heldur sé 15 stiga munum. Hvað
Hvað var hann að gera? Jæja. Góð boltahreyfing hérna. Já. Þetta þykist að leit svo sem ekki vel út. Þannig vil ég bara sjá Hauk fara á stað sjálfur. Já. Halda hraðaflöpunum lifandi með menn í bakinu. Sem verð að segja, ég ánægður með hérna Inga Þór að hann að gefa leikmönnum hérna tækifæri sem að eru svo spila mikið venjulega. Já. Þetta fyrir allt í reynslubankan. Algjörlega. Vel gert. Halda tempóinu. Vandamálið það ekki að skora. Þeir eru með 63 stig eftir 3 leikunda. Vandamálið varnarleikum. Þeir eru bara að fá á sig 78 stig eftir 3 leikunda. Já. Og kannski kóðunast ágætlega í þessu varna possessioni hérna þar sem að þeir bjóta klöfulega á sig í þriggjastaskoti. Já. Þetta er eiginlega eins og þeir spila aggressívan varnarleika þá mætti stundu vera aðeins meira skynsemi. Algjörlega. Ásmundumúlur klukkar á fyrsta. Sem er gott fyrir okkur, vonandi heldur við spönn í leiknum. Já. Og ég er ekki viss með Ásmundumúlur í þessi samrálugur, en hann setur annað allavega. Ásmundumúlur kom með 18 stig. Hann klikkar á öðru líka. Hann klikkar á 2 af 3. Tókum sóknarfólk en töpuðu boltanum. Laugi er komin inn á hérna, hvað ætlar Laugi að gera? Hún har verið lengi út af og svolítið kannski takt við leikinn. Gott væg, þarna alla leið. Já, vel gert. Vel gert hjá Ragnari Pál. Minnkar það niður 14 stig. Sækir í hjarta á vörninni og gefur boltan út í hornið á loftbolti. Jón Baldvin. Þarna er þau komin 4-1. Atli er gríðarlega snöggur. Fer bara í þristin sjálfur. Klikka. En þetta er eins og þú sagði. Þetta er svona skotið sem það ætla að lifa og deyja með. Já, það er bara svoleiðis. Það hefði allir brosað út í bæði ef þeir hefðu sett þetta. Já. Samanskapið síðan fá þeir beint fyrst í andlitið. Það er stutt á milli. Vel gert hjá Lauga, sækir sterkt þarna á hann. Körfan góða og fær skotauki. Þetta sýndi hann líkamlega styrk. Líkamlega styrk og sá að hérna leikmann nr. 16 fekk þessa vellu, Magnús. Já. Þetta var svona, ég segi, hann vissi nákvæmlega allan tíma hvað hann var að gera. Já. Hann klikkar á vitinu. Þetta er bara rosalega dýrt. Þetta er rosalega dýrt. Það vantar enn og aftur, hæstu munin. Það vantar hæstu munin, sko. Þú sér það, ef hann hefði sett þetta, þá erum við konum með sama munni hálfleik. Þarna í staðinn að þá bara Viktor kongur í ríki sínu þarna, fær boltan undir og setur þetta auðvelt onni. Ég ráða ekkert við Viktor. Skemmtilega hreyfingar þarna hjá Byrnisskólan, það er ekki að setja þetta og jú, Viktor með varnarfrákastið. Kemur öllum óvart. Frábærlega klárað. Já. Ég var eiginlega bara átti ekki vona á myndinu á að klára þetta, þetta var vel gert hjá hann. Virkilega vel gert hjá hann. Þetta var misskilningur. Hann hélt að myndi hlaupa endalínuna en staðan þá allan að bakna til hornið. Kemur Benedikt Björgvinsson aftur inn á. Já, við skulum vona hann sendi smá fút í þetta. Sendi kannski svona 5, 6, 7 þristar fyrir okkur. Ekkert lítið mælsnett er það? Nei. Og hann er búinn að setja tóninn fyrir okkur allar í þriðarleikunda. Já. Þeim eins og ég segi, Stjörnunni B leiðist ekki að spila hratt og skjóta á fyrsta tempói. Vel gert hjá Petri góða.
En ég set spurningamerki við þennan varnarleik hjá Stjörnunni B. Sem að þegar þeir eru komnir í uppsettavörn, þá virðast þeir bara geta dræfað ansi auðveldlega á þá. Já. Já, við höfðum þetta í hálfleik að þetta svolítið að breytast hjá þeim. Já. Að þó að menn sé að pressa, þá þýðir ekki að halda pressunni alltaf svo mikillega að menn geti farið miðjuna, beint á finginn. Það er náttúrulega bara óska staðan fyrir alla leikmenn að geta dræfaði miðjuna og geta valið lúrt hvað að gera við boltan. Og hverfuna beint fyrir fram að sig sem besta skotið. Já. En hann setur þetta niður, víta skotið. Minkar munni 19 stig. Átján stig, setur bæði vítin. Er ég að rugla eða kom ekki stig á töfluna? Í fyrst af driplinu setur hann frábærlega gert. Þannig við höfum séð þetta einu sinni 2 áður hjá honum. Gott boltaflæði hjá Stjörnunni B. Þetta er svolítið svona... Þarna sér, þeir gera svo vel sóknarlega. Án gríns, ég er ofsalega hrifinn á sóknarlega. Þeir eru duglegir að sækja körfuna, þeir taka ofnum skotin. Þeir mættu vera aggressífir varnarlega, en eins og segi, þeir eru líka með mun minni og þetta er erfitt hjá þeim. Það er einfalt of auðvelt, eins og við sjáum þetta. Já, ég segi, veist, þeir eru bara ekki nógu grimmir í varnarlega. Frákastarabaratunni. Hvernig stóð frákastinni að eftir 3 leikna? Og Stjörnuna yfir með 9, 39, 30. Það er svo sem, þú veist... Ég bjóst nú við að vera meiri munur. Já, ég er alveg sammála því. Svo dræfar Óskar þarna á körfuna og kemur vörðin í hjálpavörðin allt og seint og brýtur á honum. Ég er ekki neinum af með það að Snorri á eftir að liggja yfir varnarleiknum og út af því að sóknarleikurinn er virkilega flott. Já. Og hann finnur lausnir, hann er vanur því. Já, ekki hérna, sækir inn og Benedikt klikkar. Já. Ég held að hann hefði verið með sér samning við körfuboltaguðinn að þykjastverðskotið fær honni. Þetta er frábært. Vel gert, Benedikt. Þetta var... Ég ætla samt að smá anti-climax hérna. Ég held að hann hafi hoppað upp og lent á sama fæti. Ég held það hérna líka. Sem gefur þetta skrefið, en við fögnum því að þetta fengi að standa. Já, þetta var allan á fallirhreyfing. Já. Og virkilega vel framkvæmt. Harfylgin fór þarna milli tveggja. Og ja, þarna kom Laugi vel og tók frákast. Nei, Laugi, þú verður að setja þessi leið upp honni. Vanur því, ég skrifa hann bara, hann er búinn að setja svo lengi. Ásmundur Múli gerir þetta mjög vel. Enn og aftur kemst hann inn í miðjuna og þá er allt uppgátt. Já. Ásmundur Múli er ofsalega klókur leikmaður. Áhugavert að þeir hafa ekki Viktor kom inn á, þeir hafa ekki, Stjarnan B hafa ekkert verið að nýta það eitthvað frábærlega þegar Viktor hefur verið út af. Alls ekki. Leikurinn hefur bara spilast eins. Já, nákvæmlega sko. Ég var að tala áðan hérna þegar bæði Ásmundur Múli og Viktor út af, þá héltu hinni samt alveg þokkalegu striki sko. Já. Og
í horninu. Setur þristinn. Setur þetta örugt. Vel leist samt þarna pressunni. Stjarnan að pressa og þeir leistu þetta mjög örugt. Allir gerir vel. Eitthvað sem segir mig það að þetta sé ekki fyrsta skipti sem Stjarnan B lendir í pressuvörn. Nei. Einhverjum þeir æfi þetta svolítið á æfingu. Já, algjörlega. Þetta var ekkert panikant í gangi. Æjæjæjæj. Hann særður. Stoppa leikinn. Stoppið nú leikinn, strákar. Strákar mínir. Ég ætla að vona að þetta sé aftan í lagið en ekki hnéð. Mér sýndist hann halda aftan hnéð. Já. Þetta líklega bara krampi. Já. Það aldrei gaman að sjá leik með líki. Ingi Þór gengur í öll störf að vanda. Að vanda. Hann mættur. Ég hef séð það með kústinn og allan pakkan. Hvort sem það var í Hólmunum eða KR-heimilinu. Okkar besti maður. Já, Ánalds Vafa. Enda hárbrúðu með eindæmum. Já. Það oft sagt að við þessi hárbrúðu séu svo fjölhæfir. Kjósum að trúa því. Já, ég kaupi það bara. Ég efast ekki það. Nákvæmlega. Allir með frábæra sendingu út í horn. Og Bjarka. Já, og hann launar tröstið á sendingunni. Samt ánægður með Stjörnan B að halda áfram. Sér það er 20 stiga munur, það eru 2,5 mínútur eftir. Þeir eru samt ennþá að pressa allan völlinn. Já. Það er ekkert gefið neitt. Þetta er alveg attitút. Þeir verða svona bara betra að því. Hvað var hann að gera það? Já. Sett hann. Auðvitað! Benedikt Björgvin sem búinn að vera frábær í þessum seinni hálfleik. Það er ekki vafið. Benedikt náttúrulega komið 25 stig. Það er bara Viktor sem hefur stigaherri en hann á vellinum. Já, og tekur. Það er ruðningur á Viktor. 5. villan á Viktor. 5. villan á Viktor. Ég er eiginlega eins mikið og ég er hrifinn af því að menn þorði að taka höggið og láta sér detta. Þá ég ánægði með eina dómara þarna að ég meina Viktor ætla bara í gegnum hann. Já. Og þó hann dett ekki, þá er það ruðningur. Nákvæmlega sko. Það er alveg hárrétt. En þarna var Viktor búinn að vera, hvað ég var að segja, yfirburða maður inn í teignum í þessum leik. Algjörlega. Það er enginn sem á breyki en í teignum. Maðurinn komið vel yfir 20 frákost og yfir 20 stig. Það væri flesti leikmenn ánægðir með þessar tölur. Haukur óheppinn annað. Mjög. Sækir kontaktinn en missar leið stjórna þessa boltanum frá sér. Missar hann út af. Já. Allt þessi ekki stæðsti leikmann hjá Stjörnunni B hérna inn á vellinum og er að pressa pointkartinn. Já, bara mjög ánægður með það. Já. Það lítur mjög vel út. Opið þryggjastega skot í horninu, klikkar. Stjarnan B sækir þetta upp. 17 stiga munur. Já. Og þryggjastega skotið. Það er sín sín. Klálega margt spunni í Hauk. Já. Hann er að spila virkilega vel. Hann sýndi alveg að hann átti heima þarna þegar hann kom inn á þegar Laugi fór út á þetta í fyrra hálfleik og sýndi hann launaði þjálfarnum trausti með að byrja honum í seinni hálfleik. Algjörlega. Snorri las þetta hárrétt. Frábær, skemmtilega hreyfinga þarna. Og sérðu. Já, Haukur að spila mjög vel. Mjög vel. Ég verð samt, það liggur við að maður standa upp og klappi fyrir
þessu Evrópuskrefi hér Sölva Kaldal. Þetta var virkilega vel gert. Þetta var svona sterka fætur. Já, þetta var svona Giannis Antetokounmpo feelingu yfir þessu. En sko þetta eiginlega bara myndi svona góðan þrýstokkur að það sterka fætur til að geta hoppað svona. Já. Bæði í mjöðmum og hnjám sko. Jóhann hann leikur sér aðeins og setur upp opið skot fyrir Osmund Múlansson. Stjarnan B getur komið þessu niður fyrir 10 stig. Sem væri frábært fyrir leikinn. Frábær árangur bara. Já. Þarna aftur, frábær hreyfing. Hver kemur? Haukur. Að sjálfsögðu. Þarna aftur ætla ég að segja það að Benedikt Björnsson hoppa þarna og lendi á sama fæti en Á kemur hann. Setur þrýstin á hotninu. Bjarki Fannar. Var það ekki Bjarki Fannar sem hefði þrýstinn? Sýndist það, jú. Jú, það passar. Já. Passar. Fyrstu stiginn hans í leiknum. Nýkominn inn á. Nýkominn inn á fyrstu stiginn. Ætli sé ekki bara... Var hann búinn að koma inn á í leiknum áður? Nei. Þetta góð innkoma. Það hefur allir nema einn hjá Stjörnu B komni á blað. Nei, hjá Stjörnu A, fyrir ekki. Sérðu Benedikt. Já, búinn að vera stórkostlegur. Stórkostlegur. Hann endar leikinn með 27 stig. Stigi meira heldur en Viktor sem var með 26 stig. Stjarnan að fagna þessu sigri, 101-90 í heilt yfir bara verðum að segja frábærum kaupum. Já, sko, ég ætla að taka hattinn ofan fyrir Stjörnu B að vera komin í 20 stigum undir og koma tilbaka í leiknum. Og þó svo þeir hafi ekki náð þeim að þá allavega sýndu það þeir voru ekki til að láta lappa yfir, þeir bara gáðu leik. Algjörlega. Það er bara flottur leikur. Og frábær árangur hjá Stjörnunni í heild sinni að vera hérna með bæði liðin sinni í úrslitum. Já, og svo sem ekkert einu Stjörnuliðin, þeir Stjörnan á nú ansið mörg liði hérna í yngreflokkunum, það verður að viðurkennast. Enda ég ætla að leyfa mér að nota ekki að segja, sko, það mér persónulega finnst það aðdáunarvert hjá Stjörnunni undanfarin ár að þeir hafa lagt svolítið metnað í það að vera með góða þjálfara í yngreflokkum. Algjörlega. Þeir hafa sinnt yngreflokksstarfinu sinni vel. Þó maður sé ekki endur alltaf hrifinn þegar maður tapar fyrir þeim Algjörlega. Og getur orðið hundfúll þegar maður bara út frá þeim Þeir eru að uppskera vel og framtíðin björt sko þó að þessi strákar sé ekki ef þú horfir á meistaraflokki hjá þeim að það kannski ekki margir uppaldir stjörnumenn inn núna en tölum saman eftir 5 ár. Já, algjörlega, sammála því. Þá lítur þetta ansið vel út fyrir þá. Mikil allavega braut hérna sem við sáum í kvöld og margir sem geta náð langt á næstu árum. Já. En verðum við ekki að við verðum nú að hrósa Viktor Jónasi sérstaklega. Það er ekki hverjum degi sem að leikmenn tekur 25 fráköst. Já, 25 fráköst. Já. Og 26 stig. 26 stig og 25 fráköst. Þetta er samkvæmt trollatvenna. Já, þetta það vantaði bara að bæti við kannski 10 stóðsendingum. Já. Það er kannski ekki hans stíl mikið. Nei. Ég held við leifum bara útsendingunum að lifa og þökkum kærlega fyrir okkur. Takk fyrir okkur. Jóhanni Guðmundsson, Inga Birni Jónssoni og Einari Val Gunnarssoni. Gefum þeim gott lag. Skemmtilegur leikur, mætti vel fram og hugsanlega hefði það verið jafnari ef að Tristan hefði fallið betur hjá B-liðinu. En svona þetta. Þetta er 3. ísbikarinn sem afhentur í þessum úrslitum og ég veit ekki nema ég þora að segja það en þeir hafa allir farið til Stjörnuna so far. Það er bara vegna sem við erum öll að handla með Stjörnunni hérna í húsinu.
20 mann sem horfðu á þennan leik í útsendingunni á einum öðrum tíma. Það er mikill áhugi fyrir körfuboltanum. Takk fyrir þetta og við bjóðum þá á partinn sigurvegari Stjörnunnar, Stjarnan A. Kemur auðvitað Ingi vann Snorra í kvöld. Brosir út í sofnar mætt á koddanum. En að þessu loknu við þurfum auðvitað að velja besta mann leiksins, MVP, 26 hálfspunktar, 5 minnur, leikmann með 33, Viktor Jónas Lúðvíksson. Vel að þessu komin, gefum honum frábært klapp. Dóminerandi undir körfunni. Þá er komið að vísbikarnum og strákar, komið aðeins nær, þannig að allir séu hérna mitt. Ingi fór ekki að láta sjá í sig. Jæja. Skíni Stjarnan!